Fyrirtækið stofnað í lok árs 2013. Fyrstu árin þá vorum við nú bara að gera svona prótótípu af leik áður en við fórum í fulla framleiðslu sem við byrjuðum á svona 2016-2017. Og við gáfum út okkar fyrsta leik, Sovereign Space, 2020. Hjá Sval Clouds þá starfa 20 manns og þetta hópur með mjög fjölbreytta reynslu. Flestir eru með bakgrunn í forritun og hugbúnaðarverkfræði, en við erum líka með mikið af listamönnum sem eru sérstaklega lærðir til þess. En það mjög mikil grafík náttúrulega í leiknum og við erum síðan með fólk sem vinnur í community management og marketing og öðru. En þegar við gerðum Sovereign Space þá framleiddum við á sama tíma svona svokallaðan tæknigrunn, tech stack á ensku, en það svona sérstakur tæknigrunnur sem flýtir fyrir framleiðslu á fjölspilunarleikjum. Og leikur númer 2 heitir Starbound Frontiers og þetta fjölspilunarleikur og hann hannaður fyrir síma, en við munum geta portað honum yfir á PC. Fyrir svona fyrirtæki eins og okkar þá skiptir rosalega miklu máli að vera hluti af einhverju þekkingarsamstæðu. Það eru núna komin hátt í 20 íslensk leikjafyrirtæki. Þetta eru mjög verðmæt fyrirtæki sem geta greitt há laun, búið til mikinn virðisauka fyrir samfélagið. Það var gríðarlegt framfaraskref þegar núverandi ríkisstjórn hækkaði endurgreiðsluhlutfallið. Og við sjáum það bara strax eiginlega í tölunum seinustu 2-3 árin að útflutningurinn hefur aukist töluvert mikið á hátæknivörum. Við sjáum það líka til dæmis hjá samtökum leikjafyrirtækja að það hafa aldrei fleiri starfað hjá íslenskum leikjafyrirtækjum, en þeir eru núna 500 manns, sem bara ansi mikið með við stærð landsins. Endurgreiðslan bara eins og fyrir okkur hefur skipt okkur bara mjög miklu máli. Það gerir það að verkum að við getum farið miklu hraðar í verkefni, hver króna af fjárfestingu nýtist betur. Ég veit líka að þegar til dæmis mörg fyrirtæki á Íslandi að ná í fjárfestingu erlendis, að þá beita þessu alveg óspart að segja frá hvers konar kerfið til staðarinn og hversu hagkvæmt það og það hjálpar íslensku fyrirtæki sem ná í fjárfestingu.